Jú, góðan daginn og velkomin hér í nýjan þátt í DA sjónvarpi sem heitir einfaldlega Bíóhornið og það felst nú í nafninu að hér verður talað jú, mikið rétt, bíómyndir og við ríðum á vaðið með leikstjóra, handritshöfund undir halastjörnunni eða undir halastjörnu, það engin greinir. Undir halastjörnu? Undir halastjörnu. Þetta ógæfumerki. Að bæta við greini eða? Nei, halastjörnan. Við erum hérna með Ara Alexander Ergis Magnússon. Ég náði þessu alveg rétt. Þú ert handritshöfundur og leikstjóri, ekki rétt. Og svo er ég hérna með 2 leikara líka, hann Tómas Lemarquis. Og nú kemur þetta erfiða, það er eistneski leikarinn Beru Oja. Really good, yeah. Já, flott, hann gaf mér stans. Þannig að út af við erum hér með 2 mismunandi þjóðerni þá ætlum við að taka þetta bæði á íslensku og ensku þannig að þið sýnið okkur bara þolinmæði með það. En undir halastjörnu er byggð á líkvöndumálinu, svokallaða, frá árinu 2004 og margir kannast nú við málavexti. Kannski fyrsta spurning, af hverju að gera kvikmynd þetta mál? Það stóð nú sko til að gera heimildamynd. Ég hef gert heimildarmyndir í næstu 20 ár og síðan kemur þetta mál upp og já, sem í febrúar, það svona óvenju eitthvað svona veðrasamt og hérna það finnst lík í Neskaupstað sem allt sundur skorið í teppi á hafsbotni. Nema það sem var dálítið merkilegt að það saknaði einsins neins og það vantaði ekki engan fjölskyldumeðlim á Neskaupstað, Djúpavogi eða neinstað Austfjörðum eða hvað þá annars þar á Íslandi þannig að þetta myndi svona dálítið mikil svona spenna í kringum allt saman og enginn veit neitt og þetta svona allir fjölmiðlar fylgdust mikið með þessu og þetta var í öllum fréttum og öllu útvarpi og síðan kemur þessi saga í ljós sem svona lyginni líkust. Og þá svona fekk ég hérna svolítið áhuga á þessu að skoða þetta og ég var í viðtali stöð 2 sem að við vorum þá að gera svona mynd íslenska tónlist og vorum nýkomnir frá New York og hefði verið að mynda Björk og Sigurós og vorum að sýna svona trailer þannig að andstæðurnar eru svo miklar í íslensku samfélagi. Við sitjum þarna, ég og Sigurd sem var framleiðandi minn að þeirri mynd og síðan næsti maður sem kemur inn í þáttinn sem hét Ísland í dag sem að Þórhallur og Jóhanna heita þau sem að stjórna þeim þetta að þá kemur einn af þessum drengjum þá vissi engin neitt en það var búið að handtaka þá og hann neitaði öllu alveg svona staðfastlega og mjög sannfærandi í því og þá fór ég að hugsa, ég hef haft áhuga á lyginni og hvernig þú svona tekur þig til og þú heldur þessu fram og þú býr til þinn veruleika og veruleikin verður að sannleikanum. Og þetta fannst mér svona áhugavert þannig að ég fór að skoða þetta og síðan kemur í ljós þegar að það fyrir að opnast á þetta hvernig atburðarásin hefði verið að þá hefði einna sakborningunum, hann hefði flúið þeim til móður sinnar á Neskaupstað og það fannst mér mjög áhugavert og ég svona sem að fór að skoða út frá því að vera svona harður stór nagli að þú lendir í verulegum vandræðum það er svona dálítið eins og bara með sjálf á mig að ég er svona mikill mömmustrákur sjálfur og mér fannst þetta einhvern veginn svona eðlileg viðbrögð. Já, ég er nokkuð sammála því. Ég held að þetta verði fyrsta mannskja sem ég tryggi. Vonandi lendi ég ekki þeim aðstæðum sko en eins og þú sagðir þá þessi atburðarás mjög svona sérstök. Þú kokkar hann ekki upp, sko? Nei, þetta var svona svolítið eins og í lygasögu. Já, og síðan er þetta svona, fór ég að skoða þetta og þá fór ég að fá svona áhuga, ég hef ekki haft mikinn áhuga á svona fíkniefna heimnum eða þessari lögregluveröld eða þessari glæpaveröld, það búið til mjög mikið af sjónvarpsefni og kvikmyndum í kringum það. Þannig að ég hafði áhuga á því að skoða þennan fíkniefna heim, hvernig hann væri á Íslandi og hvernig hann gerist það, því að það er alltaf verið að handtaka vitlaust fólk. Þú ert bara að handtaka fíklana sem eru fastir í þessum vef sem er búin til af öðru fólki sem
þetta fólki sem að fjármagnar þessi fíknefni sem að berast hér í stríðuströmmi, bæði konur og menn. Þannig að þetta var svona upphafið og við settum okkur líka í samband við það sem að mér fannst alltaf sorglegt kannski við þetta er að móðir drengsins sem að raunverulega deyr sem að býr í Litháen að hún baði íslenska ríkið allavega að fá líkamsleifa sona síns til að geta nú séðan bara í síðasta sinn og grafið hann í heimalandi sínu. Þá var það ekki hægt, svona íslensk stjórnvöld mátu það svo að þetta væri of dýrt og þannig að hann var bara brenndur og sendur heim í póstíkrukku. Það er svolítið sorglegt. Það er svolítið mikið sorglegt og þannig að þá fór ég að hugsa svona með allt þetta fólk sem að ég þekki enga fjölskyldu sem hefur ekki lent í einhvers konar vandræðum bæði með fíkn í fjölskyldunum, hvort það sé fíkniefni eða alkoholismi eða hvað sem við köllum það, sérstaklega í þessari samfélagsumræðu sem var nú bara síðast í hádeginu í dag. 37 mann sem hafa látist á Íslandi bara á þessu ári. Þannig að það hér hefur þó þessi saga hafi gerst fyrir 14 árum og þá hefur svo sannarlega ekkert breyst hérna á Íslandi. Og ef eitthvað þá hefur það bara versnað. En við erum ekki samt að predika eitthvað með því að segja passa ykkur á eiturlyfjum en sjá hvað þið lendið í heldur. Þetta er svona bara saga sem hefur ekki verið sögð út frá svolítið þeirra sjónarhól. Ég skynjaði mjög snemma í þessu máli að þetta var nú ekki svona ætlunarverk að ætla að sitja uppi sem morðingjar eða sem með lík í farteskinu. Að þá er þetta svona snýst um það hvernig þú fær að taka allar þessar röngu ákvarðanir sem að leiða til mikillar afleiðingar sem að enda með því að það finnst látinn maður í teppi á hafsbotni í Skústað. En það voru þeir ekki sakveldir sem morðingjar heldur í slæmu meðferð og líki? Einmitt. Raunverulegi dauðdaginn er sko að hann stíplast í mjókirðinu á honum og þetta er líkamlega svo fullkomna að það eru svona nýrnahettur águr sem að þetta er eitthvað kvalafyllsti dauði sem þú getur fengið. Það er líkaminn slekkur á sér sjálfur. Já. And that's Baru's role. He is... Yeah, we were just, he was just asking me, the like, how did this, how did this whole thing happen? What's my interest? So how do you get this role? How does that happen? Ari came to Estonia and we had a casting. Oh. And there were many young Estonian actors went through there, and I don't know. Then I think Ari has told me that he saw me in a sleep, in a dream. Whoa. Yes. So, but I'm really happy that it happened. Yeah. Actually, it's a luxury problem that we had in the. I've been actually going to Estonia since I was almost a kid. My mom is Russian Siberian, and I had been going there, and I've been working with an Estonian company because the actual event is from Lithuania, in between Iceland, but we moved it to Estonia because these are part of the Baltic countries, and I did not see much difference of the story. And so I went there several times with my Estonian producer, and she had lined up quite a few actors. Then we boiled down and we were selecting them, and then I got to meet them, and I met Paro for my first time, and I kind of really liked him, and I thought to myself, well, we read over a couple of scenes, and then I think that we met at least twice, and it was on the third time when I figured out that I had this luxury problem, because we were also seeing other actors, and this is the biggest part of what can I say, the most important thing of being a film director, making a film, is that to select the actors that are going to be that you're going to be working with. So I had my mind on another actor. And are you hurt? No, I'm fine. I did it. Yes, and I was like, okay, it's like we've been going back and forth. Also because I had another Estonian role for it, so it's like we were seeing
this is a little bit, what can I say, it's you can't not be emotional if you get rejected or you don't get a part. It's like it's not a question of your talent, it's about how do you fit into this role and how do you fit into it to the director that you're going to be working with. So I was talking to Evelyn, who's my Estonian producer, and I was like, well, I guess that I was very happy. We had been going back and forth, and we had also been on location where we could be shooting in Estonia, etc. And then she said to me, we met for the third time, and then she said, well, now you have to take a decision and